Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Grindavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og hef umsjón með þættinum. Mikið hefur gengið á í Grindavík síðustu ár samhliða jarðhræringum og verkefnin framundan við endurreisn bæjarins umfangsmikil. Rúmlega 1100 á kjörskrá í Grindavík, þar af hátt í 400 sem eru ekki með lögheimili hér, en grindvíkingar sem voru með lögheimili í bænum fyrir rýmingu 10. nóvember 2023 gátu óskað sérstaklega eftir því að fá að kjósa í bænum þrátt fyrir að vera fluttir í annað sveitafélag. Nú í bæjarstjórn Grindavíkur sitja nú fulltrúar 4 flokka, flesta fulltrúa á Miðflokkurinn eða 3, þar af eftir Sjálfstæðisflokkurinn með 2 og Framsóknarflokkurinn og Rödd unga fólksins eiga 1 fulltrúa hvor. Nú fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Raddar unga fólksins mynda meirihluta og Miðflokkurinn minnihluta og hér ráðinn bæjarstjóri Fannar Jónasson sem landsmenn þekkja orðið vel. Nú eru framboðin 3 og oddvitar þeirra eru mættir hingað á bæjarskrifstofurnar á Víkurbraut. Það Guðbjörg Eyjólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Ásrún Helga Kristinsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins og Magnús Már Jakobsson, oddviti Miðflokksins. Velkomin. Takk fyrir. Sko, við höfum verið að hefja leika á því að fá stutt svar við þeirri spurningu bara hvað kosið. Hvert brýnasta verkefnið á næstu árum? Guðbjörg, við byrjum á þér. Klárlega verða það húsnæðismálin. Það mikið óöryggi í sambandi við endurkaupa húsnæðin okkar aftur og þar verk að vinna, lítið svör, þannig að það verður svona í forgangi og til þess að fólk komist heim að þá þurfa þau mál að vera skýr. Og eins það öryggismálin, við ætlum ekki að gefa nokkurn afslátt á þeim. Þannig að þetta verða svona málin sem að við setjum í forgang. Já, Ásrún, hvað segir þú? Herri, já, ég segja að við erum að kjósa framtíð Grindavíkur. Grindavík stendur á mikilvægum tímamótum og ég get svo sem tekið undir það sem Guðbjörg segir en við erum líka þurfum að horfa hérna á til dæmis afhendingaröryggi rafmagns. Við þurfum að vera hérna í ákveðinni hagsmunagæslu og samstarfi ríkið og þá ég að tala líka bara lánamál og tryggingamál. Já, og þess aftar. Magnús, þú vantarlega tekur undir þetta? Já, ég tek undir þetta og sko endurreisn Grindavíkur, hún þarf að vera í samvinnu við ríkið og svo þurfum við náttúrulega eiga við Þórgöllu. Með húsnæðismálin þá finnst mér að Þórgalla þurfa að bjóða upp á nokkra möguleika. Það ekki allir sem í þeirri stöðu að þeir geti selt húsin sín, einfaldlega vegna þess að það orðið erfiðar að selja hús heldur þegar við komum inn á markaðinn og það ansi margt sem að við erum sammála nánast allt. Já. Þetta snýst bara endurreisn Grindavíkur og læra mistökum annara sem að hafa þurft að yfirgefa sveitarfélögin einhver tíma en þetta náttúrulega orðið ansi langur tími. Já. Og það þarf að fara að taka á því. Akkurat. Og ríkið þarf að fara og því svo með öryggismálin þá þurfa þau að fara að hlusta á okkur líka. Já, og fyrir maður betur yfir þetta, hér allir sammála mikilvægi myndarlegar endurreisnar samfélagsins auðvitað. Förum nánar yfir hvernig eigi nákvæmlega að gera það, hvaða skref ætlið þið að stíga strax eftir kosningar og síðan getum við einmitt hérna eins og þegar við komum inn á bætt við hvernig aðkoma stjórnvalda eigi að vera. Stjórnvöld hafa staðið fyrir ýmsum aðgerðum til að styðja við Grindvíkinga vegna þessara jarðhræringa og sett töluvera fjármuni í slík verkefni. Hvað ykkur þóttum aðkomu ríkisstjórnarinnar hingað til? Hvað viljið að hún gerir næst og síðan einmitt, hvað þið ætlið síðan að gera hérna strax eftir kosningar, Guðbjörg, við byrjum aftur á þér. Sko, þetta náttúrulega miklar áskoranir framundan hjá sveitafélaginu og þetta snýst að til þess að samfélagi geti reist sig við að þá þarf að koma fólkinu heim. Það búið að gera gríðarlega margt og ríkisstjórnin og stóðu þétt við bakið á okkur. Byggðu hér varnargarða og fóru í aðgerðapakka til viðgerða á sprungum og svæðum sem voru hættuleg. Þannig að það búið að gera margt og það voru fyrstu skrefin í endurreisninni og við náttúrulega væntum þess að ríkið verði áfram samvinnu þýtt og við okkur af því að við þurfum svo sannarlega á áframhaldandi aðstoð að halda. Þetta er gríðarlegt verkefni og ekki einasta sveitafélag hafa staðið frammi fyrir þvílíku verkefni. Núna síðustu 50 árin síðan að Vestmannaeyjar voru og hétu og þurftu að rýma sitt bæjarfélag. Já.
Þannig að við þurfum svo sannarlega á aðkomu alls samfélagsins að halda og svo náttúrulega erum við í sambandi sveitafélaga, íslenska sveitafélaga og þar verðum við náttúrulega að fá aðstoð líka en eins og ég segi það hefur margt verið gert og margt áunnist en nú verðum við að fara að taka næstu skref og þá náttúrulega, það munaði miklu að bærinn var skuldlaus og hann var eitt besta sveitafélag statt á landinu þegar þessar hamfarir fóru í gegn en nú verk að vinna þar að því að tekjutapið gríðarlegt hjá sveitafélaginu. Já. Bæði í útsvari og fasteignagjöldum. Já. Þannig að þar þurfum við að sækja næsta bæjarstjórn mjög stíft að fá að því að þetta bara lögbundin raunverulega þar sem við leggjum á fasteignaskatt. Og nú stærsti eigandi fasteigna í Grindavík ríkið. Þannig að það sem undanskili fasteignaskatti. Já. Og það munar okkur næstu 0,5 milljarði per ár. Já. Ásrún, hvað segir þú, Guðbjörg, auðvitað minnist ég á lykilatriði sem hérna að þið voru ágætlega í stakk búin til að bregðast við þessu en spurningin samt sem áður, sko, hvað ætla Framsóknarflokkurinn að gera í kjölfar kosninga og hvernig aðkomu þarf ríkisstjórnina að sýna í kjölfarið? Sko við höfum átt bara í ágætis samstarfi við yfirvöld, ég ætla nú bara að segja það, en okkur greinir kannski svolítið á sko hraða endurreisnar og við tókum þá ákvörðun bæjarstjórn að auglýsa eftir skólastjóra og það var í rauninni svona okkur fannst það ábyrgt að undirbúa þau skref og í rauninni sko halda möguleikunum opnum þá fyrir næstu bæjarstjórn. Þannig að það í rauninni og þar kannski greinur okkur svolítið á hraða þessar endurreisnar og við viljum hérna stíga varfærin skref fram á við. Já, þetta var ágreiningur stjórnvalda og ekki ykkar á milli. Nei, algjörlega, það algjör samstaða innan bæjarstjórnar og maður upplýði það að íbúar eru ánægðir með þessa ákvörðun okkar. En já, þetta í rauninni svona í skýrslu Grindavíkurnefndarinnar og svo ríkisstjórnin sem kom með þetta, að þið vilja ekki börn inn í bæinn strax. Já. Magnús, hvað þér þóttum aðkomu stjórnvalda og hver þurfa fyrstu verkefnin hérna að vera, hvað varðar endurreist samfélagsins? Sko, bæjarstjórnin búin að setja stefnuna. Við ætlum að opna skóla og við eigum alla innviði til þess. Og mér finnst sko, við þurfum að gera hluti eins og fyrir barnafjölskyldunar. Við eigum líka, sko, við erum með góða aðstöðu grunn- og leikskóla, við erum með rosalega góða íþróttaaðstöðu, þetta þurfum við að nýta betur og svo erum við komið með bótasjóð, ég svolítið fastur í báti, fast í haustum á mér alltaf, við þurfum að vera skynsum þegar við nýtum hann og við þurfum að vinna öll saman með bæjarbúum. Ég svolítið þeirra skoðunar að við þurfum að láta heyra meira í okkur og gefa meira færi á okkur til þess að fólk geti komið sínu skoðunum til okkar. Og með því komum við held ég meira lífi í bæinn. Já. En já, þetta svona stokki á stóru. Já, tölum hérna aðeins nánar fjárhag Grindavíkurbæjar sem þið hafa aðeins snert á líka. Kemur hérna fram í þessari rammaáætlun endurreisn að bærinn ráði ekki einn við fjármögnun endurreisnar, ríkið þurfa að koma að henni með markvissum og svona fyrirsjáanlegum hætti eins og við höfum rætt. Þá þurfa að endurskoða tekjustofna sveitarfélagsins, það sem endurspegla ekki raunverulega áhrif, eignir Þórkötlu, M1 eru líka nefndar í þessu samhengi. Ræðum hérna tekjustofnana, sko, hvernig sjáu þið fyrir einhver tekjur og þá sko þau gjöld sem íbúar þurfa síðan að greiða. Við byrjum á því núna, Magnús. Sko, við þurfum að fá útsvar frá fasteignagjöld frá þeim og við þurfum, sko, atvinnulífið hérna öflugt og við þurfum að reyna að fá sem mesta fólki til að vera með lögheimili hérna þannig að útsvarið komi hér og svo þurfum við að efla atvinnuvegin, atvinnulífið gott, við erum með ofboðslega sterk fyrirtæki innan bæjar, við erum með sennilega kringum 1500 manns sem að vinna á Grindavíkursvæðinu á hverjum degi. Já. Og svo erum við þurfum að fá, að því við þurfum náttúrulega að þjónusta
fyrirtækin, þannig að við þurfum að fá inn þar. Við erum að fá góðar tekjur á höfnina, en svo staðan í dag erum við ennþá með stærstu verstöðum landsins. Og þannig sé ég það að við þurfum að ná í þessar tekjur, en við verðum líka að passa okkur á að lenda ekki eins og við lendum í núna, við vorum ekki með tryggðar eignir og fengum ekki bættar. Þannig að þetta verður að vera bara samvinnuverkefni allra. Já. Og ég held að það sem stæðsta málið okkar kannski að hætta að vera í baksýnisspeglinum og horfa fram á veginn. Já. Guðbjörg, það þarf að endurskoða tekjustofna, hvernig á að gera það? Já, það náttúrulega eins og Magnús kom inn á og ég hef gert, það eru fasteignagjöldin og þar verk að vinna og þar verðum við að ná einhverju samkomulagi við ríkið. Nú, höfnin okkar stendur sterk eins og Magnús kom inn á, atvinnulífið gott en ég sé líka mikið tækifæri. Grindavík verður aðalbærinn á næstu árum. Hann verður miðstöð ferðamannsins. Það koma allir hingað og snerta nýjasta hraunið og það er hægt að nýta þau tækifæri í ferðaþjónustunni og ferðaþjónustan hún hefur ótrúlega mikið af afleitum störfum eins og Bláa lónið hefur sýnt okkur í gegnum árin og ég ber svo mikla virðingu fyrir þessum fyrirtækjum sem að hafa staðið hér vaktina ótrauð áfram þrátt fyrir allt það sem að þau hafa lent í og þurft að gangi í gegnum, rýmingar og áskoranir varðandi áhættumat og alls konar bara uppákomur sem að okkur var boðið upp á hér, bæði hálfu náttúrunar og stjórnvöldum. Þannig að ég sé þetta bara sem tækifæri og þar getur bæjarstjórn verið svona tengiliður og séð kannski í samvinnu markasetningu og hjálpa fyrirtækjum sem að vilja koma hér. Það hafa meiri segja þessum hamförum sprottið upp 2 ný fyrirtæki hér, það súkkulaðiverksmiðja og það plaströraverksmiðja sem að tengist laxeldi og þannig að það eru tækifæri. Já. Það nægt húsnæði. Já. Mér langar að bæta við, það er í rauninni okkar lán að hafa ekki tekið lán. Þannig að við frængundum alltaf bara fyrir eigið fé og vorum ekki með neina skuldir. Akkurat. Og það er í rauninni bara hjálpar okkur gríðarlega mikið. Þannig að þegar kemur að tekjustofnum þá er þetta krefjandi verkefni en það eru líka tækifæri í þessari stöðu. Já, algjörlega. Akkurat. Við skulum snerta betur á því sem þið nefndi hérna áðan líka. Það er bara fjölskyldan og hvernig bærinn ætlar að taka utan um fjölskyldur sem eru að koma sér aftur fyrir hér á svæðinu. Við myndumst þetta aðeins á skólana áðan og það kom einmitt fram í þessari áætlun sem við fengum hérna frá Grindavíkunefndinni að þar er ekki mælt með að skólastarf hefjist fyrir en áhættumat gefið tilefni til og ekki mælt með að barnafjölskyldur flytji til Grindavíkur meðan óvissa varir en það eru þetta sveitarfélögin sem ber ábyrgða á skólahaldi í leik- og grunnskólum og ráða þessu að mestu og það er að heyra ykkur að þið eru öll sammála það að þið viljið opna skólana að nýju. Hvernig viljið að haga skólastarfi næsta haust og hvernig ætlaði að taka utan um það vegna þess að við höfum fengið hér kannanir, hvað var það líðan barna og fleira. Hvernig ætlaði að taka utan um börnin þegar þau koma aftur og fáum það síðan alveg hreint hvernig þið sjáu skólastarfi líka á næstu mánuðum. Ásson, byrjum á þér. Núna. Já, ég held að við séum í bara sóknarfæri hér að taka utan um börnin. Grindavík var mjög barnvænt samfélag og við það var íþrótta- og æskulistarf og bara metnaðarfullir skólar hér og ég held að við höfum verið að tala um, hér er búið að fara í margar mótvægisaðgerðir og okkur fannst svona, nú var þetta ekki sprungurnar og óvissan og eldgosi, nú var þetta sprungurnar á sálinni og ég held það var skorið niður allur stuðningur, svona andlegur stuðningur við Grindvíkinga síðustu áramót. Og ég held að við séum í svona sóknarfæri, við þurfum aðstoð við það að vinna með hópin frekar. Þannig að ég treysti okkur vel til þess að taka utan um fólkið okkar. Já, Magnús, hvað vill miðflokkurinn gera fyrir fjölskylduna sem vilja aftur hér setja stað og senda börnin í skóla á þarframöndu göttunum? Það eins og Ásrún nefnir, nú er aðal vandamálið sprungurnar á hjartanu.
og ég get alveg tekið undir það. Ég hef búin að heyra í alveg óbáslega mörgum sem tala það að þessar sprungur séu aðalega vegna söknuðar af samfélaginu sem þeir byggu í. Og ég held, og er bara nánast viss það, að áhættumatið, það ágalli á því. Þetta er ekki fullmótað, það vantar bjargirnar á móti því sem getur gerst. Og ég tel að það sé alveg örugt að vera í skólunum í Grindavík. Og eins og hún nefndi líka, æskulis- og íþróttastarf er með eindæmum gott. Við erum með 2 íþróttahús, við erum með fótboltavöll, við erum með pílukrakka og pílufólk bara á landsmælikvarða, við erum með júdófólk á landsmælikvarða. Allir þessir innviðir eru til staðar ennþá. Og við erum með sundlaug, skrítið að ég skildi nú gleyma því, en við eigum, æskulisstarf snýst ekki bara íþróttir. Besta æskulisstarf sem hefur verið hér í Grindavík, að það finnst mér vera björgunarsveitin. Unglingadeild björgunarsveitin, þar hafa verið alveg ofboðslega mikið af krökkum sem hafa ekki fundist í öðru. Við hefum verið með góðan tónlistaskóla og við erum með alla innviði björgunarsveitin starfar ennþá. Mér langar svolítið að ramma þetta aðeins inn hjá þér, Magnús, og þegar við höfum það sem við gerðum vel, það var í rauninni að taka utan þetta. Já. Við höfum lagt mikið fjármagn í íþrótta og æskulífs starf. Akkurat, Guðbjörg, nefnt að vanlíðan kannski tengis frekar söknuði en því áfalli að þurfa að yfirgefa heimili sitt, auðvitað tengis þetta líka. En hvað segir þið í Sjálfstæðisflokknum, hvað var það að taka aftur á móti börnum að hefja skólastarf og allt það sem því tengist? Okkur finnst það alveg gríðarlega merkilegt og flott og gott skref hjá núverandi bæjarstjórn að auglýsa eftir skólastjóra og hugsa kennslu næsta haust. Það er mjög stórt skref, það verður gert af ábyrgð og það er bara gríðarlega mikilvægt. Við vitum ekkert hvað margir koma. Það eftir að koma í ljós. En við vorum hér með mjög metnaðarfullt bæði leikskóla, skólastarf, íþróttastarf, æskulífsstarf. Þannig að ég sé ekki því til fyrirstöð að það verði aftur þó að það verði með smærri hætti til að byrja með. Og sprungur á sálinni. Þær eru margar en sumir þurfa að komast heim til þess að fylla upp í þær þó að aðrir þurfi aðstóð annar staðar. En þetta líka snýst að fjölskyldur hafa tvístrast út allar jarðir. Hittast núna einu sinni í mánuði sem maður fór daglega kannski og sagði hæ við barnabörnin sín. Og nú eru þau út á söður og maður hittir þau sjaldan. Þannig að þetta líka eru tækifæri fyrir fjölskyldur að sameinast aftur. Og við ætlum svo sannarlega að stuðla því held ég næsta bæjarstjórn, við séum alveg sammála það að það verði staðið við bakið á þeim barnafjölskyldum sem vilja koma tilbaka. Aðeins stjórnsýslunni því að Suðurnesin mynda í raun svona eitt atvinnu og búsetusvæði og í þessari áætlun sem við minnst aðeins á þá er það nefnt að til lengri tíma liti þá kunna að vera nauðsynlegt að endurmeta skipulag sveitarstjórnarstígsins á svæðinu og að í því samhengi sé eðlilegt að skoða möguleika og auknu samstarfi. Við erum aðeins talað samstarfi við stjórnvöld og nærliggjandi sveitarfélög en það líka tala jafnvel sameiningu sveitarfélaga á svæðinu og að fyrir Grindavík þá getur sameining falið þessi tækifæri til að byggja upp öflugri stjórnsýslu og kannski ágætt að fá skoðun ykkar á þeim málum. Er það eitthvað sem þið horfið til að sameina sveitarfélög á svæðinu og þá í öðru lagi þarf einhvern veginn að breyta stjórnsýslunni almennt þannig að öryggi sé tryggt enn frekar? Byrjum á þér. Já, ég er nú ánað að við skulum vera á þessum stað hér í dag og horfum fram á sveitarstjórnarkosningar. Við sáum það fyrir okkur að við erum neitt í sameiningu. En ég er svo sem meðist alveg verðt að skoða það einhvern tímann í framtíðinni. En þetta er góður staður núna og ég sé fyrir mér, þú talar Suðurnesin sem eitt atvinnusvæði en þá erum ég held að við ættum að leggja áherslu á samvinnu í ákveðnum verkefnum og mikilvægt að byrja það þannig.
mér var svona gaman að því, það var einn maður sem sagði við mig, sko, það eru 2 sveitafélög á landinu sem munu aldrei saminast neinum, það er Grindavík og Vestmannaeyjar. Já. Þannig að hver veit samt. Já, Magnús, hvað segir Miðflokkurinn við þessu? Líst ykkur á að sameina sveitafélög á svæðinu og þarf að breyta stjórnsýslunni? Nei, ég er ekki hlynntur sameiningu. Og þau voru reynda 3 sveitafélögin, það vantar þarna æskuslóðir mínar en já, sem eru hverjir? Bólungavík, en akkurat. þetta er svona þróskasta fólkið, það er kannski þess vegna sem að ég kann svona vel við mig hér. Nei, sameining held ég að sé ekki, ég er bara alveg viss um það er ekki tímabært. Samvinna er eitthvað sem ég er mjög hlynntur og sko við þurfum að endurskoða stjórnsýsluna en það er ekkert víst að við þurfum að breyta henni. Við þurfum bara að skoða hana og sjá að því núna það er mikil tækifæri í stöðunni sem að Grindavík er í. Við erum á ákveðnum núllpunkti og við þurfum að endurskoða hvernig við viljum fara inn í framtíðina. Og ég er á því og ég er líka á því við megum ekki gleyma sögunni vegna þess að þetta er einhver merkilegasta saga sveitafélags á Íslandi. Afskaplega merkileg saga einmitt. Guðbjörg, hvað segir þið í Sjálfstæðisflokknum? Hugnast ykkur sameining til að mynda? Sko, þetta er ekki rétti tímapunkturinn til þess að ræða það. Við vorum og erum skuldlaust sveitafélag og við erum ekki komin upp í út í horn með eitt eða neitt. Við getum rekið okkur áfram í eitthvað tíma eins og málin standa í dag en að sjálfsögðu þurfum við aðstöðu eins og önnur sveitafélög og samvinna er alltaf að hinnu góða varðandi ýmsa þjónustu sem að við getum bara samþættað. Við höfum verið í náttúrulega samstarfi við Fjölbrautaskólann, okkar unglingar hafa farið þangað og þar hefur verið góð og mikil samvinna og við höfum verið í samvinnu með heilbrigðiseftirlitið og við höfum verið í samvinnu með marga þætti og það heldur bara áfram. En samvinnu sveitafélagi sé ég ekki á þessum tímapunkti. Nei, tíminn fer svona að hlaupa frá okkur og það er ágætt svona í lokin að fá svona mögulega einhverja mynd á næsta meirihluta. Ég fór þessi upphafi yfir hvernig þetta lítur út hjá ykkur núna. Þið hafið auðvitað verið að vinna mjög vel saman, heyrir maður á ykkur að þeim verkefnum sem þið hafið þurft að glíma við hér en það er gott að fá svona einhverja mynd, fá mögulega einhverja mynd af næsta meirihluta. Sko, mér langar að spyrja með hverjum viljið vinna og eru það að útiloka einhvern flokk frá samstarfi og mér langar eiginlega umræðunar vegna hér að bæta við þeirri spurningu sko vegna þess að þegar maður hlustar á ykkur þá myndar maður eiginlega ætla að þið séu sammála nánast allt. Hér eru verkefnin stór og svona blasir við hvert þið viljið sigla en hvað aðgreinir ykkur frá hinum 2 framboðanum? Guðbjörg, við byrjum á ykkur. Annars vegar með samstarf og síðan einhvern mun. Samstarf, ég held að allir gangi inn í þessar kosningar raunverulega óbundnir af einhverju ekki samstarfi. Við erum öll með sama markmiðið, það er að endurreisa bæinn okkar, koma fólkin okkar heim og við gerum það áfram með bara ábyrgri og öruggri fjármálastjórn sem hefur verið hér í gegnum áratugina hér í Grindavík. Þannig að ég sé ekki sjálfur sér mikinn ágreining á milli okkar. Og ég held að við getum ég er allavega þannig að ég get unnið með öllum og ég get ég er þrjósk og þver og fylgi mínu eftir og allt það en ég get alveg séð hlutina út frá annara sjónarmiði og sæst á markmiðið okkar allra er það sama. Já. Ásrún, hvað segir þú? Annars vegar hvað var að samstarf og síðan hvað það er sem aðgreinir Framsóknarflokkin hér í Grindavík frá hinum flokkunum? Já, sko, ég tek undir þetta. Það hefur verið lítil pólitík í Grindavík síðasta kjörtímabil og ég bara er mikil samvinnukona og lagði áherslu á góða og þétta samvinnu. Það sem að mér finnst samt sem áður skipta máli hverjir leiða hér næstu skref og ég bara segi varðandi minn hóp, við erum öflugur hópur með breiða þekkingu og reynslu og lofum bara traustri forystu. Magnús, miðflokkurinn fékk sko flest atkvæði síðast en er þó ekki í meirihluta. Hvernig er miðflokkurinn öðruvísi en þeir flokkar sem hér sitja á móti þér og sérðu fyrir þeir að starfa með þeim? Sko,
ég get ekki útilokað neitt. Ég hef starfað með báðum þessum konum að ýmsum málum og það bara, það ber enga skugga á það. Ég þannig og við á listanum hjá okkur, við viljum leiða góða hluti áfram og við viljum hlusta á íbúana og við viljum líka taka samtal við sem sagt hinna flokkana. Okkur var enda kastað út eftir síðustu kosningar eftir stórsigur, þannig að þetta var svolítið mikil þvinga, vond þvinga eftir fylliríð. En hérna, ég sé ekkert gegn því að við getum öll unnið saman og mitt fólk sama, markmiðið komast áfram. Já. Takk fyrir þetta Magnús og við komumst ekki lengra í þetta sinn. Ásrún Helga Kristinsdóttir Framsókn, Guðbjörg Eyjólfsdóttir Sjálfstæðisflokknum og Magnús Már Jakobsson Miðflokknum. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og verið þið sæl. Takk fyrir.